Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur rétt eina ferðina. Nú að þessu sinni ég staddur á Egilsstöðum, nánar tiltekið við gamla gistihúsið á Egilsstöðum. En hérna hefur verið þjónusta við gesti og gangandi, aldir liggur mér við að segja. Nú fyrsti hluti gistihúsins var byggður 1903 og síðan hefur verið bætt við í áföngum og núna verið að nánast að tvöfalda gistiheimilið. Ég hef sagt ykkur frá því í þáttunum áður í vetur hvernig þessi bygging hefur gengið. Það var byrjað í byrjun október 2013 og mér fannst það nú eiginlega dálítið bjartsýni að ætla að byggja heilt hótel yfir vetratíman og hafa það tilbúið í byrjun júní. Ertu bjartsýnn að þetta verði tilbúið? Já, þetta verður tilbúið. Við erum með alveg samansafn af snillingum að vinna hérna og hver öðrum duglegri. Það heilsteypt lið að klára þetta. Við heyrist að Gulla sé komið með svolítið hnút í magann, búinn að bóka fyrstu gestina inn í byrjun júní. Heldur þetta reddist? Já, það þýðir ekkert annað að vera bjartsýnn, sko. Þetta þarf náttúrulega bara alltaf að ganga upp og þegar kemur endalokunum þá þarf alltaf að vera til. Það var náttúrulega gerð áætlun og hún ekkert úr lagi gengin, sko. Sumir liðir eins og gengur sem komnir aftar en aðrir eru jafnvel aðeins undan, svo. Það dugir þá allavega gamla máltækið, þetta reddast. Já, ég hef ekki áhyggjur af þessu, sko. Við skulum vona að við komum þakinn á í næstu viku og þetta verði fókelt, sá herbergishlutinn. En nú allt tilbúið, það verið svona að ganga frá, taka svona síðustu sleikjurnar eins og sagt enda von á fyrstu gestunum á morgun. Nú ég byrjaði á því að ræða við hótelstjórann, reyndar hann og hans lið. Þeir eru orðin svolítið þreytt, þetta búin að vera mikil törn. Jú, þetta nú búið að taka á menn er búin að vera duglegir í þessu en þetta svona smella. Hvenær koma fyrstu gestir? Þetta kom ekki bara á morgun. Alltaf smella saman? Já, þetta svona íslenski háturinn. Hvernig finnst þér sjálfum, ertu sáttur við hvernig til hefur tekist? Já, við erum nokkuð sátt við allt. Auðvitað maður búin að læra alveg óbúslega á þessu og eiginlega verðum við að fara að byggja meira. Við erum búin að læra svo mikið, en við erum nokkuð sátt. Ég sé að þið reynið að halda í svona gamla lúkkið, gamla tíma líka, gamlar bárujárnsplötur framan á deskinum. Hvaðan koma þær? Þetta nú hugmynd frá konu minni. Þetta af hesthúsinu hans afa sem við þurftum að rífa niður. Og hlaðan stendur eftir en þetta eru plötur af hesthúsinu sem eru nýttar þarna og síðan reyniviður nýttur líka sem við þurftum að fella niður hérna. Alltaf vera tilbúið, smella. Þú heyrist mér á bóndaðinum að þú sé svona kannski aðal hönnuðurinn í svona uppsetningu og eins og til dæmis diskurinn hérna bak við okkur sem bæði nýr og gamall. Já, mér finnst alltaf gaman að nota það, hugsunin að hafa það sem, að nota það sem fór hérna. Trén, við þurfum að höggva rosalega tré í burtu hérna og svo gamla hesthúsið og maður þótti vænt þetta allt saman og einhvern veginn tengja. En þetta ekki búið, þetta hérna. Ég tek eftir líka að þið hafið haldið upp á svona gamla muni, hér gamall grammafónn, gamall kolaofn, gamla orgelið. Draga það kannski yfir í tengibygginguna, nýbygginguna, við svolítið svona kannski að milda umskiptin frá gamla hótelinu og yfir í það nýja? Já, þetta var svolítið svona höfuðverkur, hvort maður ætti að tengja þetta saman eða ekki, en okkur við sammála því að þykir vænt söguna og gjarna halda henni og hafa svona, og kannski líka fyrst og fremst var hugsun að fá hlýleikann hafa inn og hafa þetta bara sálina. Þetta nú líka svolítið ættarsaga. Forfaðirinn Jón Bergsson eiginlega byrjar á því að veita þjónustu hérna fyrir ferðamenn og ættinir annað. Jú, Jón Bergsson og konuna hans, Margrét Pétursdóttir, þau byrja þarna aldamót hér, byggja þetta hús og reka hér svona fyrsta vísi af gistingu, fljótlega eftir að húsið reist. Hérna þau hjónin Jón Bergsson og Margrét Pétursdóttir sem í raun byrjuðu á svona gisti þjónustu hérna á Egilsstöðum, svona þjóna gestum og gangandi því að Jón Bergsson þegar hann tekur við búinu þá þóttist hann sjá að hér yrðu krossgötur og svo sannarlega
reyndist hann þar sannspár. Hérna má sjá gamla fljótabátinn, Lagafljótsorminn, sem var sigldi fljótið með vistir fyrir bændur, áburð, mjöl og mat fyrir mannfólkið. Þetta var svona samgönguleiðin, fljótið, og þessi bátur sá til þess. Varningurinn var fluttur neðan af fjörðum og hingað út í gamla bátaskýli sem stendur hérna enn við víkina. En hérna svolítil söguleg mynd sem Jóhannes Kjarval málaði hér 1949 og hefur sennilega gefið hótelhaldaranum myndina svona í þakklætisskyni fyrir veittan, góðan, greiða. Já, þetta náttúrulega orðið töluvert af gestum sem við erum með en sem betur fyrir er rekinn hérna flottur búskapur af Gunnari og Jón Agli. Svo það voða gaman að hafa svona öflugt bú hérna við hliðina á okkur. Það ekki það sem gefur einmitt hótelinu svolítið sterkara ígildi að gestirnir geti rölt hér og kynnst íslenskum landbúnaði og svo þéttbýðir hérna við bæjardyrnar? Jú, það er fólki finnst mjög gaman að sjá dýrin og búskapinn og þetta er eitt og eitt skipti þegar það verið að dreifa kannski kúamykju að það hvart yfir mikilli lykt en það er náttúrulega alls staðar, það er bara góð lykt. Ertu ekki orðinn svolítið þreyttur? Jú, ég verð að viðurkenna það, ég hef elst alveg helling á þessu. Og síðan hérna samhliða þessu þá hérna eigum við nú von á barni núna bara á næstu dögum, svo það er nóg að gera. Ég leitað hafði langa hríð landið þvert í erg og gríð að konum við með tæfi, raunar alla ævi. En það var engan árangur, ég var örmagna og sárssvangur, ég kominn var að þrotum og að niðurlotum. Þá birtist hún með brúðarslör og bros á vör. Hún lofaði að annast mig ef ég gengi að eiga sig. Hún þurrkar af og þrýfur ef ég þreyttur og stífur, allt fyrir mig. Hún ræstir og hún þvær, hún ryksugar og hlær, allt fyrir mig. Þetta hefur nú gengið ótrúlega hratt samt að koma viðbyggingunni eða nýbyggingunni upp það bil 9 mánuði. Já, það hefur það. Þú ert orðið myndarleg. Ég er orðið myndarleg hérna, það er bara spurning, við höfum alltaf að gera grín svona hvað var fyrst tilbúið sko, en mér sýnist að hótel eru kannski Hafið vinningin. Hafið vinningin, mér sýnist ekki margir dagar eftir og ég á svona 12 daga. 12 daga eftir? Já, svo. Og getur samt verið að aðtast í hér undirbúningi? Já, það ekki eins mikið og ég vildi, náttúrulega líkamlega, maður hefði gjarna vilja verið með hérna og skrúbbað og flutt og gert allt sko, en það er ekki. En kannski talandi það, ég sé að hérna er gamalt barnarúm og mér skilst á tengdamóðurinni að flesti börnin sem fæddust hér á Egilsstöðum í den hafi verið lögð í þetta rúm. Já, við fundum þetta háaloft í sín tíma, svo fór þetta út úr hlöðu og svo núna tókum við þetta inn hérna og ætla bara að láta krakka njóta þess að leika hérna. Allt tilbúið. Allt tilbúið, það er að segja já, allan hef ég rúm fyrir barnið að skildi koma. Nei, það er fínt. Þá segi ég bara gangið þér vel bæði með hótelið og barnið. Takk að ég kærlega fyrir, takk fyrir komuna. Ég vil fara upp í sveit, þar í sumar vil ég vinna, veit ég þar margt að finna. Ég vil reyna eitthvað nýtt, því ég veit að allir elska kaupa konur. Jæja, það er nú ekki nema rétt byrjaður júní, en sprettan hefur verið góð fyrir austan og sláttur er hafinn á Egilsstöðum. Ég held að sé mjög sérstakt, ef ekki einstæmi hérna á Íslandi, að stórbú sé rekið nánast við þröskuldin á þéttbýli staðarins, Egilsstaða Kauftúni. Og bóndinn hérna á Egilsstöðum er Gunnar Jónsson. Gunnar, fæddur hér á uppalinn, manstu eftir ég hafi verið slegið svona snemma á þínu höfuðbýli? Nei, ég minnist þess ekki.
Nei, alls ekki þetta snemma. Það fyrsta sem að ég man er nú sennilega 18. júní eitthvað svoleiðis sko, en þetta er kannski ekki allir munur, það var 12. júní í gær og við erum svona aðeins að fara af stað bara, en sprettan lofar samt góðu og þetta túnin líta mjög vel út, þau sem ekki eru að fara á kaf undir Lagarfljótið. Ég sjá það einmitt að vatnið stendur mjög hátt, er þetta ekki bagalegt fyrir því byrjun slóttar? Jú, auðvitað er það mjög bagalegt og þetta liggur alltaf á manni sem mara, sérstaklega að maður veit á svona miklum snjó í fjöllum, þannig að þetta gæti farið enn hærra upp og þá er það verulegt tjón, þetta skólar út áburði og menn gera það nú ekki að gamni sínu að skóla honum. Og ef þetta gengur nú svona vor eftir vor, þá skemmir þetta landið, er það ekki grefur undan bökkunum? Jó, en held ég nú að hávastaða veturinn sé ennþá verri og miklu verri hvað það varðar, því að norðan aldan hún ólmast undir bökkunum, við erum komin út í það og það er landbrotið á sig miklu meira stað yfir vetramánuðina, en það frýs Lagarfljótið í raun og veru aldrei neitt sem heitur orðið. En þessi mál eru óviðunandi eins og þau eru. Þessi háa vatnsstaða og landbrot er ekki ásættanlegt og það er stöðugt verið að reyna að vinna í því. En þeir sem að við ráða þessu nú dálítið, þá er ég að tala um Landsvirkjun og Orkusalan. Þessir aðilar eru ekkert ginnkeyptir til þess að hlusta á okkur mikið þegar að þessu kemur. Þeir eru komnir af stað með þetta. Og það að lækka vatnsborð, það eru krónur fyrir þá, því hærri vatnsstaða, því meiri raforka. Sjáum hvað tíminn leiðir í ljós, en nú ertu með flatt, það er rífandi þurrkur, verður ekki að taka saman bara á eftir? Jú, við sjálfsagt reynum að skafa upp þetta á eftir, en við erum bara rétt að fara af stað, það er gott að byrja svona og koma vélum af stað og rifja upp, það eru ganga nú sem fyrir 12 og annað, ég þarf að rifja upp hvað að taka og íta á til þess að þetta gangi nú allt saman. Annars er ég nú að reyna að láta unga fólki taka við þessu, einhverju leita allavega, en sér ég dálítið ráðríkur og vil skipta mér af öllum sköpuðum hlutum. Nú er Egilsstaðir búið að vera hjá sömu ættinni kynslóð af kynslóð. Þú séð svo fram á það að næsta kynslóð taki við? Já, það ætla ég rétt að vona. Og það er ekkert annað í spilunum. Það er bara þannig og þau eru komin inn í þetta með mér börnin. Og já, það er bara bjart fram undan vonandi. Vorið komið, gröndin gróa, gilinn og lækinn fossa brún, syngur runni og sengjum og lóa, svanur tjarnir og frösnir tún, nú tekur hillam hólm og sker, freyðra sig blikinn og æðurinn fer. Æðurinn brosa og blíðandi dala, óaðu smalinn og rekur og ból, lembirinn hann blóngaðu bara að vöðnum dregar skjænum á hól. Jæja, hvert haldið þið sé nú komin? Ég er komin alla leið út í Húsey. Þetta er sennilega eina eyjan við Ísland sem hægt er að fara til án þess að fara með bát. Ég bara ók hérna út tunguna og fyrr en varði er ég komin út í Húsey. Ég veit að hér er mikið náttúrulíf. Við heyrum hérna fuglasönginn, við sáum seli hérna við Ósa Jökulsár áðan. Nú, ég veit að fólki hér býr við bæði kindur og hesta og jafnvel seli. Við skulum renna heim í hlað og kynna okkur hvað er að vera í Húsey í dag. Jæja, Örn, húsbóndi í Húsey. Hérna Dyrfjöllin í baksýn, er þetta ekki framhliðin á Dyrfjöllunum? Þetta er betri hliðin, svo maður segir svo borgverðingar geta æssi svolítið upp. En þau eru alltaf jafn tíguleg og mjög gaman að labba upp í stóru urði eða ríða upp eftir. Húsey, maður þarf hvorki skip eða bát til að komast hingað, kemst þurrum fótum út tunguna. Hvernig kemur þetta nafn til? Þetta var hús á eyjunni, þetta hefur sjálfsagt verið einn stærsta eyja sem mynduð hefur verið af fersku vatni eða ferskum fljótum vegna þess að hér
9 kílómetra hérna fyrir innan, þá rann kvísl úr jöklu austur í Lagafljót og gróf sig alltaf meira, þannig að það varð alltaf sundur í það að fara á bát hingað út eftir. Og þannig að einkenni fyrir Húseyna, það eru, hér finnast 175 tegundir af plöntum og sennilega hafa það verið fuglarnir og einangrunni sem hann gert það og ekki ofmargt búfé, náttúrulega líka. En þessi kvísl var stípluð 1946 því að vatni og jöklu var að leggja Hjaltastaðaþinga og brjóta mikið land og flæða austur í Selfljót Jökullæk og þá var veitt frá Alþingi stóru uppæð til að stípla þetta vatnsfall en svo bara núna þá allt í lagi að hleypa allri jöklu austur í Hjaltastaðaþinga og enginn segir neitt. Hann fannst í reiðtúr fyrir svona 2 vikum síðan. Þannig reyndar ég á ekkert í honum, það systir minn sem á hann. En síðan þá var hann grindhoraður og móðurlaus og síðan hann fitnað dálítið og svona braggast. Hvað heldur þú sé gamall? Hann var, ætli sé ekki að verða 3 vikna núna, 3-4 vikna. Það nú ekki allar heimasættur sem eiga svona gæludýr? Nei, ekki margar held ég. Hvað varstu að gefa honum að borða? Ég var að gefa honum síld, síldarflök, skarði bita á, hann gleypir þau. Og þetta nú ekki sá fyrsti sem að þú tekur í fóstur? Nei, ég held að það sé 50 eða eitthvað þannig. Já, og það gengur alveg ágætlega með hann. Finnst þér gaman að nostra við á? Já, stundum geta þær verið svolítið uppúþrengjandi og elta mann út allt og svo fer hann líka að þvælast á veginum og maður var hræddur að bíll keyri yfir hann eða eitthvað. Þetta er eitthvað svona matarást til þín? Já, eiginlega. Hann eltir alla sem gefa honum að éta, skiptir engum að hann eltir á. Hér var lengi mikið sauðfjárbú en við hvað býrðu í dag? Aðalbúskapurinn hér náttúrulega. Ef tölum með hefðbundi búskap þá það hlunnindin sem við erum að nýta. Við höfum selveiði og silungs- og laxveiði og rekan. En svo ferðaþjónustan búin að vera hér síðan 1981 og við förum í hestaferðir með fólkið og svo erum við bara með sjálfsþurftarbúskap, eina kú, fáeina kindur, hænur og endur og dúfur, bréfdúfur. Eða póstun skildi ekki koma. Já, og hátt í 100 hesta? Já, það eru nokkuð margir, ofmargir. Þú ert mikil hestakona líka? Já, við eigum 80 hesta og erum með ferðaþjónustu á hestbaki. Alltaf á hestum, þú þá daglega á hestbaki? Já, yfirleitt, en ég fer samt ekki mikið í ferðirnar. Það eru of hægar fyrir mig finnst mér oft. Alltaf byrjendur, eitthvað þannig. Viltu hafa svolítið trukk? Já, svolítið hraðar. Já, það þegar maður kann ekki að markaðsetja sig, það er bara asnast á stað eins og svo margir og ég var að selja hestaferðir, 2 tíma hestaferðir og ekkert gekk. Svo komu hérna Amerikanar frá Stanford. Þeir sagði mér eins og ég var í vitlaus af öllum vitlausum mönnum að vera að selja eitthvað sem hét ekki neitt. Og mér fannst þetta nú vera dálítið gróft og nú að segja mér af hverju þeir töluðu svona. Og þá sagði þeir í Ameríku þá þyrfti allt, þú selur ekki neitt nema að heita eitthvað. Og þú ert að selja 2 tíma ferð á hestaskoða seli og 2 tíma ferð á hestaskoða hreindýr og 4 tíma ferð með frá Stórvötn og miklu og
og 2 tíma ferði 100 ára aftur í tíman er ríðin í Galtastaði fram og þetta bara svínvirkaði þegar ég fór að gera þetta. Nú er þetta, vefur þetta mjög vel utan sig og við fjölskyldan önnum þessu með hjálp góðra vina og orðin okkar aðalatvinna. Og líka reyna að selja selkjött en þótti það ekki alltaf ódýrt? Já, selkjöttið seldist ekkert eða mjög lítið þegar verðið var 500 krónur. En þegar við hækkuðum verðið upp í 2500, 2800 þá fór það að seljast. Og útlendingum finnst selkjött gott líka. Það er merkilegt. Og er ekki selkjött gott? Já, þetta er náttúrulega maturinn sem við borðum á aðfangadagskvöld og hefum gert hér í mjög mörg ár. Þetta er okkar hátíðamatur. Já, blessaðu kallinn. Þið eruð að Alan hérna og hvað gerir svo? Þið erum orðið þokkalega feitur. Við sleppum hann aftur í ána og ef við merkjum hann fyrst og síðan sleppum við honum. Þeir láta vita þegar þeir vilja fara, þá fara þeir svona stinga af og er orðin nokkuð feitur og þá bara sleppum við þeim. Er ekki yndislegt að bara fá að alast upp hér í þessari náttúruparadís sem húsið er? Jú, það er það, að mörgu leyti. Og mjög gaman að búa í sveit, sko. Kannski einhverjir galla líka? Jú, það er náttúrulega voða afskekt. Það er og langt í allt, en einhver síður. Hefur sína kosti. Er búið að gefa hann nafn? Já, hann heitir Eyjafjallajökull. Svona til að stríða túristunum. Örn, þú myndist aðeins á það áðan að það fylgja þessari jörð mikil hlunnindi. Selurinn, fuglarnir, fiskurinn og svo framvegis. Er ekki dæmið þess að hér á árum áður þegar íslenska þjóðin leið skort var jafnvel að farast á sulti þegar leið á ordægur að Húsey hreinlega bjargaði fólki? Jú, það eru til sagnir það að hérna hafi verið flutt á vorin hestburðir af selkjötin í meti hér upp á hérað og einkum en síður niður á firði og síðan hafi unglingar og fólk sem hafi verið minnumáttar verið tekið hingað í fytur bara til þess að lifði vorið af og gæti náttúrulega borgað á næsta haust 10 til kirkjunar því að hún átti þessa jörð eða frá katólskri tíð og síðan Danakonungur og svo er þetta ríkisjörð í dag. En er þetta ekki svona ákveðið forréttind að fá að alast upp í svona aðstæður og búa við það að geta farið á hestbak hverjum degi? Jú, það er mjög gaman og líka að alast upp í svona dýr og þannig, já, það er mjög skemmtilegt. Mikið náttúrubarn? Já. Nú ertu borgarbarn að upplagi, fer síðan í sveitina, getur þú hugsað þér að flytja á Mölin aftur? Nei, ég hef aldrei unað mér í þéttbýli og mun aldrei gera því að þar út í sveit og svona í víðáttu þá ertu bara einn hluti af tilverunni og það er engin gerfi tilvera hérna, þetta er bara lífið og ég nýt þess að vera út í náttúrunni og ég lærði það sem ungu drengur að þú átt að skila náttúrunni og landinu betri til komandi kynslóða heldur en þú tekur við því og þar meina ég að Íslandur alltaf átt í vök að verjast með uppblástur og annað þvílíkt bæði af veðurfari og einkum af veðurfari og svo hefur náttúrulega búfé hjálpað eitthvað til en maðurinn getur gert svo margt til þess að stuðla gróðri og fallegra umhverfi. Bara þetta eru forréttindi að fá að vera hérna, finnst mér. Og vera með börnum og ala upp börn hérna. Þetta skilar þeim held ég betri manneskjum fram í lífið. Gætir hugsað þér að verða húsfrú í Húsey? Já, gæti alveg hugsað mér það. Það eru 98% af okkar gestum eru erlendir ferðamenn og nú orðið eru það þýskumælandi
Þjóðverjar, Svisslendingar, Austurríki, Norðurlanda sem búa svolítið og svo Hollendingar og Belgar og þeir dvelja hérna alveg upp í viku og eru á hestbaki og með okkur eru bara á hesti í viku eða hálfa mánuð og verða að elda sinn mat sjálfur en fá alltaf hesta á mótana til þess að geta verið með. Er þetta kannski fólk sem hefur komið, er dæmið það að fólk komi jafnvel ár eftir ár, aftur og aftur? Já, það er mest þannig að þetta er fólk sem er búið að koma kannski 13-14 sinnum síðan 1981 síðan við byrjuðum og ættingjar og vinir, það er spyrst út þannig að við höfum heldur ekkert markasett okkur svoleiðis á Íslandi en styrt bara. Það er sem sagt orðsporið sem hefur auglýst ykkur? Já, og það er bara svo gaman að sjá að fólk sem kemur hér að það unir sér vel og gefur okkur flest allt. Þetta getur að vera átök hér út af selviðu mínu við hjarta stórt fólk og ég sé vondum að drepa seli og svona. En þegar það skilur það á flest að ég borða þetta og við nýtum þetta alveg til agnum, þá leyfir þetta að hjá sér og er bara hér á sínum hestum og bara nýtur þess að vera hér út í náttúrunni.